Daniel, það var Njarðvík komið í úrslitakeppnina aftur eftir eins og frí fyrir. Hvernig tilfinningin? Hún bara virkilega góð. Við bara bíðum bara óþrifið fullir eftir að byrja og bara spenntir. Takk eins og ég segi, fyrsta úrslitakeppnina í fyrra í fyrst skipti í einhvern langa tíma. Klára þetta tímabil og verið bara í 5. sæti. Það var ekki svona nálægt, en þetta er svona skref fram á það fyrir liðið. Já, algjörlega og við erum bara með nokkuð sterkt lið núna í höndunum og gott jafnvægi í liðinu. Eins og í fyrra, við vorum stutt frá því að komast í úrslitakeppni, það var bara eitthvað innbyrðis viðureign en núna, eins og segir, hvernig tímabilið spilaðist, það er náttúrulega algjört jójós í deild og veist aldrei neinn úrslit fyrirfram í þessari deild en eins og staðan er núna þá erum við bara búin að vera nokkuð góð jafnvægi svona síðustu vikur eftir að vera nokkuð óstöður í vetur en vonandi bara er þetta eitthvað sem komast skal hjá Fáið þið KR liðin sem er í KR fjórða og því eru þau lið allavega fyrir úrslitakeppnina sem eiga þessi sería á að vera mest close ef við tökum stöðun í deildinni? Já, ef við tökum stöðun í deildinni en við horfum í söguna þá hefur KR verið meistari síðustu 4 ár sko með meiðsli og annað sem við komum í veg fyrir að þeir hafa verið ofar í töflunni í vetur því að þeir eru að mínum að þetta er besta lið landsins og það verður eins og segir bara mjög erfitt og krefjandi verkefni að eiga við þá og sérstaklega að byrja í DFL. Hvað þurfum við að gera til að komast í undanúrslit? Við þurfum náttúrulega að einbeita okkur að okkar leik og bæði svona sóknar og varnaráherslu sem við höfum verið að gera en við þurfum augljóslega að stoppa geitina og stoppa náttúrulega Eikós, takmarka þá og ég meina ég talið á alla upp, ég meina Pavel stjórnarleiknum er alltaf eins og herfóringi og er með aðverðisæði einhverjar tæplega 7 stóðsningar í leik eitthvað svoleiðis og ég meina þótt að Brynjar sé eitthvað dett út núna virðist vera að þá bara kemur Kaninn í byrjunarliðið eða Bjössi í byrjunarliðið eða eitthvað þannig og þeir eru með flotta unga stráka á bekknum og þeir eru bara með það mikil gæði sem hóp að einhver svona áföll í þeirra leikmannahópa þá eru það nægilega sterkir að kemur einhver í staðinn. Að þér, þín fyrsta úrslitakeppni? Já. Ertu búinn að fara á námskeið? Nei, maður ég er nokkrar sem leikmaður en sem þjálfari þá ekki en maður heldur sig við smá síngildi og undirbýr sig bara eins vel að maður getur og svo verður bara niðurstaðan að koma bara í kjölfarið.